Í dag þá langar mig að tala trú sem starfar af kærleika. Og þetta hefur að gera með réttlætingu fyrir trú og skilning okkar á hvað það þýðir. Og ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægur boðskapur, mikilvægt að skilja hvað þetta snýst allt saman. Og það minn skilningur að Kristur, að hann sé í raun og veru að bíða eftir því að við skiljum þetta til fulls og þegar við höfum gert það, að þá geti hann komið aftur og tekið okkur heim. Svo til að skilja þetta, þá langar mig að vitna svolítið í Ellen G. White og svo líka að sjálfsögðu í Biblíuna. En við getum lært helling af því sem Ellen G. White hefur þetta að segja. Og mér langar að byrja á yfirlýsingu sem að finna í Gospel Workers á blaðsíðu 103. En það segir hún: hugsunin að réttlæti Krists sé okkur tilreiknað, ekki vegna verðleika af okkar hálfu, heldur sem ókeypis gjöf frá Guði, dýrmæt hugsun. Óvinur Guðs og manna ekki til í að þessi sannleikur komi skýrt fram, því að hann veit að ef fólki tekur við honum að fullu, mun vald hans verða brotið. Ef við viljum hafa anda og kraft boðskapar þriðja engilsins, og þá er hann að vitna í boðskap englanna 3 í Ópenubókinni, að þá verðum við að kynna lögmálið og fagnaðarerindið saman, því að þau haldast í hendur. Við þurfum að sjá það mikilvægi sem lagt var í þennan boðskap, að skilja þennan boðskap, skilja að réttlæti Krists tilreiknað okkur og ekki vegna verðleika af okkar hálfu, ekkert sem við gerum af okkar hálfu, að þessi sannleikur svo mikilvægur að ef við skiljum hann til fulls mun kraftur óvinarins vera brotinn. Og svo tengir hún þetta við boðorð þriðja engilsins úr Ópenbarunarbókinni og segir að við verðum að kynna lögmálið og fagnaðarerindið saman, því það helst í hendur. Nú í Ópenbarunarbókinni 14. kafla á versi 12, þar lesum við boðskap englanna 3, en eftir að boðskapur þeirra hefur verið gefinn og eftir að viðvörun hefur verið gefinn, varðandi það að fá merki eða nafn dýrsins, lýkur því með þessum orðum og hann segir: hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Og taktu eftir tvennu sem lýsir þolgæði hinna heilögu. Það í fyrsta lagi, það að varðveita boðorð Guðs, og í öðru lagi að varðveita trúna á Jesú. Það tvær fullyrðingar sem eru gefnar hinum heilögu á síðustu dögum: boðorð Guðs og trú á Jesú. Tvennt það sem að kirkjan þarf að skilja og tileinka sér. Nú í tengslum við þessi skilaboð þá finnum við annan engil í Ópenbarunarbókinni 18:1, það sem segir: eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan á himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Jörðin ljómaði af dýrð hans. Svo þessi engil að sameina rödd sína við þriðja engilinn og Biblían segir að jörðin ljómi af dýrð hans. Og hvers vegna það að jörðin ljómar af dýrð hans? Í því samhengi vil ég fletta upp í Jesaja 60, þar sem segir: stattu upp, skín þú, því að ljós þitt kemur og dýrð drottins rennur upp yfir þér. Þannig að þessi dýrð sem á að ljóma yfir alla jörðina dýrð drottins, og Biblían segir okkur að þessi dýrð muni koma yfir fólk Guðs. Stattu upp, skín þú, því að ljós þitt kemur og dýrð drottins rennur upp yfir þér. Og taktu svo eftir því sem segir þarna í framhaldinu: sjá, myrkur grúfir yfir jörðinni og sorti yfir þjóðunum, en yfir þér rennur drottinn og dýrð hans birtist yfir þér. Og mér langar að halda áfram að lesa þarna í Jesaja, vers 3 og 5. Þjóðirnar stefna á ljós þitt og konungar á ljóman sem rennur yfir þér. Hef upp augu þín og litast þeir safnast allir saman og koma til þín.
Synir þínir koma af fjarlægum löndum og dætur þínar eru bornar á mjöðminni. Við þá sýn munt þú gleðjast, hjarta þitt munt titra og svella því að auðlegð hafsins hverfur til þín og fjárafli þjóðana kemur undir þig. Og það sem Biblían er að segja okkur er, þegar þessi dýrð hylur alla jörðina, munu heiðingjar koma til þessa ljós. Það verður mikil og gríðarleg umbreyting. Það er úthelling haustreksins. Allt þetta gerist þegar dýrð drottins hylur jörðina. Svo í tengslum við þetta, þá langar mig að deila svolítið með þér. En það var eins og mörg okkar vita árið 1844, en að þá var áherslan aðalega lögð á að predika lögmál Guðs, varðveita boðorð Guðs. Það var það sem aðventshreyfingin lagði upp með og þá sérstaklega hvíldardagsboðorðið. Kirkjan lagði áherslu á að lögmál Guðs hafi ekki verið afnumið. Það var ennþá í fullu gildi og þessi boðskapur skildi okkur frá því sem að flestar aðra kirkjur voru að kenna og boða. En svo gerist það árið 1888 að það kom annar boðskapur og þessi boðskapur var varðandi trú á Jesú. Hvers vegna er mikilvægt að skilja það? Áherslan hafði verið á lögmálið en þeir veittu trúnni á Jesú ekki mikla athygli. Sem afleiðing af því þá var það árið 1888 að það kom boðskapur sem var kallaður réttlæti af trú. Það átti að beina athygli kirkjunnar að trúnni á Jesú. Svo ég vil að þú takir eftir því sem Ellen White segir hér í Selected Messages, það er 3. bindi á blaðsíðu 172. Það segir hún, boðskapur 3. engilsins er boðorða Guðs og trú á Jesú Krist. Boðorð Guðs hafa verið boðið, segir hún. En trúin á Jesú Krist hefur ekki verið boðið af 7. dags aðventistum að jöfnu. Lögmálið og fagnaðarerindið á að haldast í hendur. Ég get ekki fundið orð til að tjá þetta efni í fyllingu sinni. Trú á Jesú, það er talað það en ekki skilið. Náðirðu því? Hún er að segja okkur að við sem kirkja höfum boðað mikilvægi þess að halda lögmál Guðs, en trúin á Jesú, við höfum talað það en ekki skilið það. Og hér er önnur tilvitnun í Testimonies to Ministers and Gospel Workers á blaðsíðu 92. Boðskapur fagnaðarerindisins náð hans átti að gefa söfnuðinni í augljósum og skýrum línum að heimurinn ætti ekki lengur að segja að 7. dags aðventistar tali eingungis lögmálið, en kenni hvorkinni trúi Kristi. Þess vegna gaf Guð þjónum sínum vitnisburð sem sýndi sannleikann eins og hann er í Jesú, sem er boðskapur 3. engilsins með augljósum skýrum línum. Og aftur þetta er boðskapurinn sem var boðaður árið 1888 og það voru þeir A.T. Jones og E.J. Waggoner sem komu með þessi skilaboð. Og taktu svo eftir hér næsta texta. Margir höfðu mist sjónar á Jesú. Þeir þurftu að hafa augun beint á guðlegri persónu hans, verðleikum hans og óbreyttum kærleika hans til mannkyns. Þetta er boðskapur 3. engilsins sem boða skal hárri röddu og fylgja úthellingu anda hans að miklu leyti. Þannig að boðskapurinn réttlætingu fyrir trú bauð fólki að taka við réttlæti Krists, en spurningin er þessi: hvað er réttlæti? Réttlæti er að gjöra rétt. Eða eins og við sjáum hér í Christ Object Lessons á blaðsíðu 312 sem segir okkur það. Réttlæti er að gjöra rétt og það er að verkum þeirra sem allir verða dæmdir. Persónur okkar birtast af því sem við gerum. Og takt eftir þessu, persónur okkar birtast af því sem við gerum. Verkin sýna hvort trúin er ósvikin. Það sem við gerum, það sýnir karakter okkar. Og þá getum við sagt að réttlæti fyrir trú sé í raun að gjöra rétt af trú. Og takt eftir þessu úr Christ Object Lessons á blaðsíðu 69, þar segir: Kristur býður með þrá
eftir birtingu sjálfsins í kirkju sinni. Þegar eðli Krists verður fullkomlega endurskapað í fólki hans, þá mun hann koma til að krefjast þeirra sem sína eigin. Þannig eftir hverju bíður Kristur? Hann bíður eftir birtingu sjálfsins í fólki sínu á jörðinni. Þannig að spurningin verður hvernig birtum við persónu Krists á jörðu. Það verður kirkja hans að gera. Og sjáum svo hér í Efesusbréfinu 4. kafla og 13. vers. En þar segir, þangað til við verðum allir einhuga í trúnni, við eigum ekki að halda áfram að vera börn. Guð vill að við séum einhuga í trúnni. Og hvers vegna er trú mikilvæg? Vegna þess að það er trú á Jesú. Það er trúin á Jesú sem leiðir til réttlætis Jesú. Svo segir þarna, þangað til við verðum allir einhuga í trúnni. Ekki einhuga í lögmálinu eingöngu. Ekki eingöngu lögmálinu, heldur einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs og verðum full þroska. Og hvernig er hinn fullkomni maður? Og hver er hann? Það segir okkur, og náum vaxtartakmarki Krists fyllingar. Kristur er hinn fullkomni maður sem við eigum að beina sjónum okkar að. Hvernig hann lifði, þannig að hann geti verið fyrirmynd okkar. Biblían vill að við verðum full þroska og hún vill að við vöxum upp í fullan vöxt í Jesú Krists. Og eftir hverju bíður Kristur? Hann bíður eftir endursköpun persónu sinnar á jörðinni. Og Biblían segir okkur að það er þegar við komum inn í einingu trúarinnar sem við munum vaxa upp í fyllingu og inn í fullkominn mann og mælikvarðinn, hann er Jesús. Og svo heldur hann áfram og segir, við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið Kristur. Hann tengir líkamann saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug inn að sína þjónust af hendi, allt eftir þeim krafti sem hann hefur úthlutað hverri þeirra. Þannig lætur hann líkamann vaxa og byggjast upp í kærleika. Svo Biblían er hér að segja okkur að þrá Guðs fyrir kirkjuna er að hún þroskist þannig að hún endurspegli mynd eða persónu Krists. Og ef boðskapurinn frá 1888, trúin á Jesú, var hannaður til að fá okkur til að vaxa upp í fullan vöxt Jesú Krists, og ef kirkjan hafnaði þeim boðskap vegna þess að áhersla þeirra var á lögmál Guðs og ekki svo mikið á trú á Jesú, þá skildi það okkur eftir sem börn. Þannig að vöxtur okkar var stöðvaður. Og hvers vegna hafnaði kirkjan þessum boðskap? Við skulum sjá hvað Ellen White segir hér í Selected Messages, 1. bindi á blaðsíðu 234. Þar segir hún, viljaleysi til að gefa eftir fyrirframgefna skoðanir og viðurkenna þennan sannleika, láti grundvallar stórun hluta þeirrar andstöðu sem sýnd var í Minneapolis gegn boðskap drottins í gegnum bræðurnar E.J. Waggoner og A.T. Jones. Ljósi sem á að lýsa alla jörðina með sinni dýrð var ekki móttekið. Og með aðgerðum okkar eigin bræðra hefur verið að miklu leyti haldið í burtu frá heiminum. Þannig að hvað sem þetta ljós er, þá höfum við ekki byrt heiminum það. Vegna þess að kirkjan hafnaði því árið 1888. Kirkjan sagði nei, við viljum ekki fara þessa leið. Og hún segir að því hafi verið hafnað af leiðtogunum. Þeir vildu ekki fara þangað. En skoðum málsgreinin á undan þessari í skrifum Ellen G. White. Undan þessari sem við vorum að lesa. Hvað var hann að segja þar? Og ætlum að komast að því hver er þessi sannleikur sem þeir höfnuðu. En það segir, þannig hefur lögmálið orðið tiftari vor, þangað til Kristur kom til þess að við réttlætustum af trú. Og hún vitnar hér í Galatabréfi 3:24. Í þessari ritningu er heilagur andi í gegnum postalann að tala sérstaklega siðferðislögmálið. Lögmálið
opinberur okkur synd og fær okkur til að finna þörf okkar á Kristi og flýja til hans til fyrirgefningar og friðar með því að iðrast til Guðs og trúa á drottinn vor Jesú Krist. Og síðan þarna, eins og ég var að lesa áðan í næstu málsgrein, þá var hann að tala hvaða sannleikur þetta sem þeir höfnuðu. Og því var hafnað að lögmálið sem talað í Galatabréfinu 3:24 væri siðferðislögmálið. Og hvers vegna? Vegna þess að kirkjan hefði kennt að það var í lög Móse sem talað var í Galatabréfinu 3, sem væri tiftari til að leiða okkur til Krists. Í Gamla testamentinu hafði þú lög Móse, fórn dýra, allt sem bendi til Krists. Og þegar við komum til Krists þurfum við ekki lengur þessi lög, en við verðum samt að hlýða siðferðislögmálinu. Lögmálið stendur enn. Og svo þegar Wagoner og Jones fóru að kenna, býttu nú aðeins, nei, þessi lög ekki bara lög Móse, þetta eru boðorðin 10 líka. En þá heyrðist, nei, það það sem hinar kirkjurnar eru að kenna. Þeir eru að kenna að við þurfum ekki að halda lögmál Guðs vegna þess að það hafi verið afnumið samkvæmt Galatabréfinu 3:4. Og hvernig dirfist þú að segja að þetta sé siðferðislögmálið? Þetta var kjarninn í röksemdafærslunni. Þeir voru algjörlega á móti því vegna þess að það hljómaði næstum því eins og hinar kirkjurnar voru að kenna að lögin hafi verið afnumin. En lítu á Ellen G. White, hún tekur af allan vafa hér í Selected Messages, fyrsta bindi á blaðsíðu 233, þar sem hún segir: Ég spurð lögmálið í Galatabréfinu, hvaða lögmál tiftarinn sem á að leiða okkur til Krists? Ég svara, bæði lög Móse og siðareglur boðorðanna 10. Og þetta hneykslaði fólk, hann hneykslaði aðventista. Og sem kirkja hefum við lagt svo mikla áherslu á lögmál Guðs að ef Galatabréfið 3:24 að segja lögmálið var bara tiftari sem á að skila þér til Krists, hvað þá? Ertu að segja mér að lögmál Guðs sé fallið úr gildi? Alls ekki. Og hvers vegna þarftu tiftara? Hver þarf tiftara? Og í þessu versi leiðir tiftarinn til Krists. Svo þegar tiftarinn hefur unnið verk sitt, afhendir tiftarinn til Kristi. En vandamálið við aðventista að við höfum lagt svo mikla áherslu á lögmál Guðs að öðlast réttlæti með lögmáli Guðs, að þegar Biblían að segja okkur að siðferðislögmálið sé ekki loka markmið réttlætisins, boðorðin 10 ekki loka markmiðið, en það eitthvað meira. Við getum nú skilið hvernig aðventistar, hvernig þeim leið sem voru þarna árið 1888, vegna þess að þetta næstum eins og verið sig að segja að við þurfum ekki á lögmáli Guðs að halda. Boðskapurinn að halda boðorð Guðs og trú á Jesú. Svo ef við höfum treyst á tiftaran, því það við erum enn börn og við höfum ekki enn alist upp í því að endurspegla eðli Krists með trúni á Jesú. Við erum enn ekki fullorðin. Við getum ekki öðlast réttlæti með boðorðunum. Þú getur aðeins öðlast réttlæti fyrir trú á Jesú. Réttlæti snýst ekki það sem við gerum ekki, heldur að gera rétt. Og vegna þess að við höfum einbeitt okkur að lögmáli Guðs en ekki á réttlæti Krists, þá erum við ennþá hér. Og við skiljum ekki einu sinni hvað við eigum að gera. Og ég vil að þú takir eftir þessu. Biblían segir í Galatabréfinu 3:23-24: Áður en trúin kom, vorum við í gæslu lögmálsins innilokaðir, þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari vor, þangað til Kristur kom, til þess að við réttlætumst af trú. Áður en trúin kom, þá ertu undir lögmáli. En lögmálið tiftarinn sem leiður okkur til Krists, til þess að við verðum réttlætt. Ekki af því sem við gerum ekki, heldur réttlætt með réttlætisverkum Krists. Svo heldur Páll áfram í Galatabréfinu og segir: En nú, eftir að trúin komin, erum við ekki lengur undir tiftara.
Það þýðir að við gerum okkur nú grein fyrir að réttlæti mitt kemur ekki frá því sem ég gjöri ekki. Það kemur frá Jesú Kristi og réttlátum verkum hans. Þér eru allir Guðs börn fyrir trúna á Krist Jesú, allir þér sem eru skírðir til samfélags við Krists, þér hafið íklæst Kristi. Þannig að markmið okkar á að vera að íklæðast Kristi og þá förum við sjálfkrafa eftir því sem lögmálið segir. Og sjáðu þetta, Faith and Works á blaðsíðu 18, það segir Ellen G. White, lögmál Guðs hefur að mestu verið byggt á og hefur verið kynnt fyrir söfniðinum næstum jafn snautt af þekking á Jesú Kristi og tengslum hans við lögmálið eins og Ford Kynes. Þetta skrifar í Ellen G. White, hún talar hvernig lögmál Guðs hefur verið byggt svo að mestu leyti án réttlætis Krists. Þannig erum við átt okkur á þessu. Svo hvers vegna getum við ekki öðlast réttlæti frá lögmálinu? Rómverjabréfið 7:7 segir þetta. Hvað eigum við þá að segja? Er lögmálið synd? Fjarri fyrir því. En satt er það, ég þekki ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gindina, hefði ekki lögmálið sagt, þú skalt ekki girnast. Og Guð er að bíða eftir að kirkjan geri rétt, en við einblínum bara á lögmál Guðs. Dáið fólk heldur lögmál Guðs. Dáið fólk lýgur ekki, stelur ekki, drýgir ekki hór, girnist ekki. Hvað ert þú að gera meira en nokkur dauður maður sem hvílist hvert hvíldardag? Lögin geta aðeins bent á hvað á ekki að gera. Svo lögmáli segir, ég get ekki veitt þér réttlæti. Þess í stað eigum við að beina augum okkar að Kristi sem sýndi okkur hvernig við lifum réttlátu lífi. En lítum nú á Rómverjabréfið 1:16 og 17. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það er kraftur Guðs til hjálparaðis hverjum þeir sem trúir, gyðingum fyrst og einnig Grikkjum, því að réttlæti Guðs opinberast til því fyrir trú til trúar, eins og ritað er, hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Svo sjáu þetta, réttlætið er ekki að finna í því sem við gerum ekki, heldur er það að finna í því í trúnni á Jesú Krist sem sagði okkur hvað við eigum að gera. Og hann segir, ég vil að þú gjörir eins og ég. Ég gaf þér sjálfa mig, svo þú sért það sem að ég gjörði. Það er það sem ég vil að þú gerir og þú getur gert það í mínum styrk. Svo hvað er trú? Samkvæmt Hebreabréfinu 11:1. Trúin er fullvissan það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigir auðið að sjá. Með öðrum orðum, trú er að trúa einhverju sem þú getur ekki séð. Trú er að bregðast við einhverju sem þú getur ekki séð. En það er áhugavert. Réttlæti af trú er að gera rétt án þess að sjá eitthvað. Með öðrum orðum, þú gerir rétt án þess að þurfa að horfa á eitthvað sem segir þér að þetta sé það sem er rétt eða þetta er það sem er rangt. Það er réttlæti, ekki fyrir lögmál, heldur trú. Og hvað er það að segja okkur? Í þessu samhengi langar mig að lesa yfirlýsingu fyrir þig, svo þú sjáur þetta, frá Mount of Blessings á blaðsíðu 109. Þar segir hún, á himnum er þjónusta ekki veitt í anda lögmáls. Þegar Satan gerði uppreist gegn lögmáli Jehóva, kom tilhugsunin að það væri lögmál til englana næstum sem vakning fyrir einhverju óhugsuðu. Í þjónustu sinni eru englarnir ekki sem þjónar heldur sem synir. Það er fullkomin eining á milli þeirra og skapara þeirra. Hlýðni er þeim ekkert erfiði. Kærleikur til Guðs gerir þjónustu þeirra af gleði, þannig að í hverri sál þar sem Kristur, voninum dýrð, dvelur, er orð hans endurómuð. Ég hef unun af að gera vilja þinn, ó Guð minn. Já, lögmál þitt er í hjarta mínu. Með öðrum orðum, það verður eitthvað eðlilegt. Ég þarf ekki sett af 10 boðorðum til að segja mér lengur ekki gera, ekki gera. Hvers vegna? Guð hefur tekið þessi boðorð af steintöflunum og lagt þau á hjarta mitt svo þau séu eðlilegt fyrir mig að gera þá hluti.
Það er þá eðlilegt fyrir mig að ljúga ekki, stela ekki og drepa ekki. Réttlæti kemur af einhverju sem verður að vera hið innra. Og eina leiðin sem við getum fengið það hið innra með okkur er að fá Krist í okkur. Sjáðu þetta hér í Galatabréfinu 5:5, þar sem segir: En við væntum í andanum að öðlast á trúnni réttlætingu sem er von vor. Í Kristi Jesú er ekkert komið undir umskurni yfirhúð, heldur undir trú sem starfar í kærleika. Taktu eftir því, hér kemur hápunkturinn í því sem ég er að tala í dag. Við þurfum að ná þessu. Trú sem starfar í kærleika. Þetta er svo trú sem við eigum að sækjast eftir. Trú á réttlæti Krists. Svo hvað þýðir það? Hvernig hef ég trú sem virkar? Trúin virkar af kærleika. Með öðrum orðum, trú birtist í kærleiksverkum. Lögin segja ekki gera, en persóna Krists segir gerðu. Svo í rauninni fer þetta saman. Eitt segir okkur hvað við eigum ekki að gera, en persóna Krists sýnir okkur hvað við eigum að gera. Sjáðu hvað segir hér í Thoughts from the Mount of Blessings á blaðsíðu 53. Það segir hún: Lagaleg trú er ófullnægjandi til að koma sálinni í sátt við Guð. Harður, stífur, rétttrúnaður farisea, snauð af iðrun, blíðu eða kærleika, var syndaranum aðeins ásteytingarsteinn. Þeir voru eins og saltið sem hafði mist allt bragð, því áhrif þeirra höfðu ekkert vald til að vernda heiminn frá spillingu. Eina sanna trúin er sú sem starfar í kærleika, til að hreinsa sálina. Það er eins og súrdeig sem umbreytir persónunni. Svo hvernig kemst sálin í sátt við Guð? Það er í gegnum kærleiksverk, þegar við gerum það sem Jesús gerði. Og hvað gerði Jesús þegar hann var hér á jörðinni? Hann vann kærleiksverk. Það er réttlæti Krists. Réttlæti Krists birtist í því sem hann gerði. Með því gerist eitthvað fyrir sálina. Hún hreinsast. Að gera ekki eitthvað hreinsar ekki sálina. Að ljúga ekki, stela ekki og drepa ekki hreinsar ekki sálina. Aðeins eitt hreinsar sálina, og það er kærleiksverk. Þannig að ef við sem kirkja hefum einbeitt okkur að því að halda boðorðin, á meðan við vanrækjum kærleiksverk, erum við enn börn. Við höfum ekki flutt boðskap þriðja engilsins að fullu. Sjáðu hvað segir hér í Rómverjabréfinu 9, 30-32. Hvað eigum við þá að segja? Heiðingjarnir sem ekki sóttust eftir réttlæti hafa öðlast réttlæti, réttlæti sem er af trú. En Ísrael sem vildi halda lögmál, veittgæti réttlæti, náði því ekki. Hvers vegna? Af því að þeir ætluðu sér að réttlætast með verkum, ekki af trú. Þeir hnutu ásteytingarsteinin. Ef þú ert að reyna að vera réttlátur með því að halda boðorðin 10, ef þú ert að mæla réttlætið þitt með því sem þú gerir ekki, hefur þú mist marks. Þú hefur mist af tilgangi þess sem Kristur er að reyna að segja okkur. Galatabréfið 2:16 tekur af allan vafa með þetta, en þar segir: En við vitum að maðurinn réttlætist ekki af lögmálsverkum, heldur fyrir trú á Jesú Krist. Og við tókum trú á Krist Jesú til þess að við réttlætumst af trú á Krist, en ekki af lögmálsverkum. En það réttlætist engin lifandi maður af lögmálsverkum. Þú getur ekki verið réttlátur vegna þess að þú lýgur ekki eða stelur ekki eða drýgir ekki hór eða girnist ekki. Þú ert réttlátur af trú fyrir rétta framkomu Jesú Krists, og þegar þú byrjar að einbeita þér að því að gjöra rétt eins og Jesú Kristur
muntu gera eins og hann gerði, sem sýnir að trú þín ósvikin. Eða leyfðu mér að orða þetta svona. Í Matteusarguðspjalli 19. kafla, versunum 16-19. Jesús að tala við lögfræðing hér, ungur stjórnandi, og hér það sem hann segir. Þá kom til hans maður og spurði, meistari, hvað gott á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hví spyrð þú mig hið góða? Einn sá hinn góði. Ef þú vilt innganga til lífsins, þá haltu boðorðin. En taktu nú eftir þessu. Hann spurði, hver? Og Jesús sagði, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, heiðra föður þinn og móður. Svo hann að tala boðorðin 10. Og svo endar hann svona. Og þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Skrítið að hann skulle stinga þessu hérinn, því að þú gerir þig grein fyrir að þetta ekki í boðorðinum 10. Og þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers sem ég enn vant. Og Jesús sagði við hann, ef þú vilt vera fullkomin, bíddu nú aðeins. Hvað hann að segja, ef þú vilt vera fullkomin? Hann segir ekki að þú verði fullkomin við það að ljúga ekki og stela ekki. Hann segir, ef þú vilt verða fullkomin, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum. Komdu síðan og fylgdu mér. Og Biblían segir, þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð, fór hann brott hryggur, enda átti hann miklar eignir. Hann var ekki tilbúin til þess. Fullkomnun var ekki í því sem hann gjörði ekki. Jesús sagði, ef þú vilt vera fullkomin, gerðu kærleiksverk. Og þessi kærleiksverk munu hreinsa sál þína. Við þurfum að ná þessu. Sjáðu hvað segir hér í Review and Herald 8. desember 1891. Það segir, við skulum leita þeirra trúar sem starfar af kærleika og hreinsar hjartað, svo að við megum birta eðli Krists fyrir heiminum. Og skoðum þetta aðeins. Ef Kristur býður eftir að kirkja hans birti eðli Krists fyrir heiminum, eins og við lásum áðan, eftir hverju hann þá að býða? Hann að býða eftir að við förum að gefa af okkur sjálfum til annara, til þeirra sem þurfa hjálp. Þegar við gefum af okkur til annara, þá eitthvað sem gerist í hjarta okkar. Kærleikur Krists sem starfar í gegnum okkur, hreinsar okkur. En við erum að reyna að öðlast réttlæti á eigingjarnan hátt. Í stað þess að gefa af okkur til að öðlast réttlæti, erum við að einbeita okkur af sjálfum okkur. Og svo við lokum okkur bara frá heiminum, og hvers vegna? Vegna þess að við erum upptekin af því að reyna fullkomna boðorðin 10. En eina leiðin til að við getum gert þetta er með því að gera verkin sem Kristur gerði þegar hann var hér á jörðu. Og hver eru verkin sem Kristur gerði? Við skulum athuga það hér í Lúkas 4:18 sem segir okkur, andi drottins yfir mér af því að hann hefur smurt mig, hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sýn og láta þjáða lausa. Kristur kom til að þjóna hinum kúuðu, og ef við erum ekki að þjóna hinum kúuðu, hvernig getum við þá búist við að endurspegla eðli Krists? Þar sem við höfum einbeitt okkur svo að lögmáli Guðs, en ekki réttlæti Krists sem birtist í því hvernig við komum fram við hina kúuðu, erum við enn börn. Enn undir tiftara og skiljum ekki kraft réttlætis Krists. En þið megi ekki misskilja mig, það sem við eigum ekki að gera er mikilvægt. En ef það er í brennidepli, höfum við mist af myndin af Kristi, sem er réttlæti okkar. Því það er ekki það sem við gjörum ekki sem kemur þér inn í himnaríki. Það er réttlæti Krists, og réttlæti Krists mun hafa áhrif á það sem þú gjörir. Svo hvaða góðverk eigum við að gjöra? Sjáið hér í Míka 6:8, það segir okkur, hann hefur sagt þér maður,
hvað gott sé og hvað heimtar drottin annað af þér en að gjöra rétt, ástunda kærleika og framganga í lítillæti fyrir Guði þínum. Þetta er það sem er að segja okkur hvað við eigum að gera. Gjöra rétt, ástunda kærleika og framganga í lítillæti fyrir Guði þínum. Og Ellen G. White, hún vitnar í þennan texta í Prophets and Kings á blaðsíðu 326 og segir svo: frá einni tíð endurtóku þjónar Jehóva þessi ráð til þeirra sem áttu á hættu að falla í form siði og gleyma að sýna miskunn. Við ættum ekki að missa af neinu tækifæri til að framkvæma miskunnaverk, ljúfa fyrirhyggju og kristna kurteisi þeir sem byrðar bera og þola kúgun. Og sérðu þetta, réttlæti Krist birtist í því að sýna hinum kúguðu miskunn. Það er eðli Jesú. Sjáðu hvað segir hér í Jesaja 58, versunum 6-8. Nei, svo fasta sem ég líkar er að leysa fjötra rangsleitninar, láta rakna bönd óksins, gefa frjálsa hennar hrjáðu og sundu brjóta sérhvert ók. Það er að þú miðlir hinnum hungruðu að brauði þínu, hýsir bástata, hælislausa menn, og ef þú sér klæðalausan mann að þú þá klæðir hann og fyrristegi þann sem er hold þitt og blóð. Og svo sjáðu svo hér, þá skal ljós þitt bruna fram. Stöldur maður við það hér. Hvenar mun það ljós bruna fram? Hvenar á svo dýrð að hylja alla jörðina? Hvenar gerist það? Þegar við gerum það sem Jesaja 58 segir okkur að gera. Þá mun réttlæti þitt fara fyrir þér og dýrð drottins fylgja á eftir þér. Með öðrum orðum, dýrð drottins fyllir jörðina þegar við förum að haga okkur eins og ég sagði okkur að gera. Byrjaðu að gera hlutina sem ég sagði þér að gera. Byrjaðu að elska. Byrjaðu að vera miskunnsamur. Byrjaðu að fara út í samfélag þitt og þjóna bágstöddum. Hættu að loka þinn í kirkjunni þinni og tala boðskap englana 3 og það sem koma skal. Farðu út í samfélagið og gerðu það sem ég bað þig Þessi stað eigum við að segja eins og Jóhannes skýrari í Jóhannes 1:29. Sjá Guðs lams sem ber synd heimsins. Við þurfum að hafa hann stöðugt fyrir augum okkar, horfa á góðverk hans og hvernig hann lifði lífi sínu. Þá getum við endurspeglað hann. Þegar við endurspeglum hann, þá förum við sjálfkrafa eftir því sem boðarinn segja okkur. Þá endurspeglum við dýrð drottins, eins og Páll segir í 2. Korintubréfi 3:18. En allir við sem með óhjúpuðu andliti endurspeglum dýrð drottins, myndumst til hinnar sömu myndar frá dýrð til dýrðar, þetta gjörir andi drottins. Þannig að það sem þetta allt snýst er það sem við lesum í Hebreabréfinu 12:2. Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Það er þegar við beinum sjónum okkar til Jesú, þegar við förum að lifa eins og hann lifði, þá vöxum við upp frá því að vera börn og náum fullum þroska í Kristi. Það er takmarkið. Þannig fullkomnum við trú okkar þegar hún starfar í kærleika. Amen.